Síðdegisútvarpið á Rás 2. Kannanir viðhorf fólks til ESB aðildarumsóknarinnar, hvort það að hætta við umsóknina eða ekki. Þetta hefur undanfarið birst okkur í fjölmiðlum. Niðurstöðurnar eru ekki neitt samrýmanlegar, ef svo má segja. Og við veltum fyrir okkur núna, er það vegna þess að það þannig spurt að það getur mögulega stýrt viðhorfi svarenda í eina átt frekar en aðra. Flest vitum við að þegar spyrja á fólki í könnunum skiptir mjög miklu máli hvernig það gert og við ætlum að athuga þetta núna sérstaklega, kannski förum ekki mjög nákvæmlega ofan í vikmörkin og það allt saman, en hjá mér Rúnar Vilhjálmsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, velkomin. Takk. Við höfum hér fyrir framan okkur 3 kannanir, Fréttablaðsins, MMR fyrir Andríki og Capacent sem var gerð fyrir ESB-sina og þetta eru nýlegustu kannanirnar, 3 nýlegustu, gerðar frá september til nóvember. Og ef við tökum bara þessa sem var gerð í september, könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2, það er niðurstaðan svo að meiri hlutin sem tók afstöðu vildi ljúka aðildarviðræðum við ESB og halda þjóðaratkvæðagreiðslu. Blaðið og Stöðin gera sjálf könnunina, þannig að út úr þessu kemur jákvætt, 63% halda áfram og 37% vilja draga hana tilbaka. En hvað má segja þessa niðurstöðu? Já, það eru nokkur atriði kannski sem ætti nefna þarna og skipta máli. Í fyrsta lagi kannski að þarna verða byggja á þeim sem taka afstöðu. Hins vegar er framsetning fréttarinnar þannig að það mætti halda að hér verið að taka prósentur af öllum hópnum. Prósenturinn eru eingöngu af þeim sem taka afstöðu er ekki hlutlausir. Og fyrirsögnin er 63%? Já, og það segir líka í undir fyrirsögn tæp 37% landsmanna vilja draga tilbaka umsókn. Þannig að hér er verið að byggja á þeim sem tóku afstöðu og það hefði þurft að vera skýrar í þessu. En aðalatriði kannski er það að þarna er Fréttablaðið með spurningu það hvaða afstöðu menn hafa til þess að halda áfram ESB umsókn og halda þjóðaratkvæðagreiðslu eða draga umsóknina tilbaka. Og vandinn þarna sá að ef að áhugi blaðsins er á því og þess sem gerir könnunina að fá fram afstöðu til þess að halda aðildarviðræðum áfram eða ljúka þeim, þá bara spyrjum það. En ekki að blanda öðrum þáttum inn í sem kynna að gerast síðar eða munu gerast síðar. Og það eru nokkrar ástæði fyrir því. Í fyrsta lagi gætu þarna verið einstaklingar sem að myndu vilja halda aðildarviðræðum áfram ef þeir teldu að það væri tryggt að gengið til þjóðaratkvæðis en þeir kannski vantreysta því að svo verði af hvaða ástæðu sem það væri. Og þá lenda þeir í vanda þegar þarna er spurt svona. Við reynum almennt þegar við spyrjum að spyrja einn hlut, þann hlut sem við viljum fá afstöðuna til, en blöndum ekki öðrum hlutum inn í, hvort sem það er þjóðaratkvæðagreiðsla eða eitthvað annað. Þannig að Rúnar, þú ert að segja að það hefði bara átt að spyrja á að draga umsóknina tilbaka eða á að halda henni áfram. Já, það væri hægt að spyrja þarna sem hver er afstæðin til þess að halda aðildarviðræðum áfram eða sem að draga umsóknina tilbaka og fá síðan svör við því. Síðan getum við í framhaldsspurningu spurt afstöðu til þess. Ef þeir eru sammála því að halda aðildarviðræðum áfram, þá væri hægt að spyrja afstöður allir þess sem þá tæki við. Sem er þá þjóðaratkvæðagreiðsla. En nú má búast við því reyndar að mikill meiri hluti landsmanna, og það benda nú ýmsar aðrar athuganir til, sé fylgjandi þjóðaratkvæðagreiðslum þjóðfélagslega mikilvæg mál og bara það að blanda orðinu þjóðaratkvæðagreiðsla inn í spurningu. Það býr mjög líklega til aukinn hóp þeirra sem eru fylgjandi þeirri spurningu sem þarna spurt sem er að halda aðildarviðræðum áfram í tilfelli Fréttablaðsins. Já, það gerir innihaldið jákvæðara. Það gerir innihaldið jákvæðara og við erum með mörg dæmi svona hluti. Til dæmis gætum við spurt, svo í takinu dramatískara dæmi, hver er afstæðin til innleiðingar dauðarefsinga á Íslandi? Og svo geti ég líka spurt, hver er afstæðin til innleiðingar dauðarefsinga á Íslandi að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu? Og þá myndurðu að öllum líkindum fá talsvert hærra fylgi við dauðarefsingar að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu heldur en ef ekki væri blandað inn í þessu með þjóðaratkvæðagreiðslu. En þú ert að segja að það skipti engu máli þó að yfirvöld hafi sagt, stjórnvöld hafi sagt, það verður gengið síðan til þjóðaratkvæðis
samningin? Nei, vegna þess að sko þarna er verið að spyrja ákveðna sviðsmynd sem stjórnvöld hafa lagt fram og það væri út af fyrir sagt að spyrja afstöðu til þeirra sviðsmyndar. En tilgangurinn þarna virðist hafa verið að fá fram afstöðuna til aðildarviðræðna, áframhalds þeirra eða ekki. Og ef það var tilgangurinn þá átt að spyrja það. Og það eitt. Förum í næstu könnun sem var gerð núna í nóvember, miðjan nóvember og það er markaðsrannsóknarfyrirtækið MMR sem gerði könnun fyrir andríki sem er hægri sinnað vefrit og það má ætla að þar séu menn ekkit æstir í að ganga inn í ESB. Nei. Þar voru niðurstöðunar að minni hlutin vildi halda umsókninni til streitu en rúmlega helmingur draga hana tilbaka. Já, og þarna má líka segja að þarna er sundurliðurinn önnur heldur en hjá Fréttablaðinu þýliti til að þarna eru birtar upplýsingar alla skoðanahópana 3, þá sem eru með, þá sem eru móti og þá sem eru hlutlausir. Þar sé að hvorki né eða hlutlaus hópur. Og þá komum við aftur þessu sem þú nefndir hér fyrr og það er að í umfjöllunum skoðanakannir þá er ýmist verið að fjalla hlutföll af öllum hópnum, svarendahópnum eða hlutföll af eingöngu þeim hlutahópsins sem tók afstöðu, það er að segja með og móti í sambandi við spurninguna. En þarna er má segja spurt eingöngu það sem ég var að tala áðan. Það er að segja hér er eingöngu spurt í þessari MMR-könnun afstöðu til þess að halda aðildarviðræðunum áfram eða ekki. Og það er akkurat það sem að þyrfti að gera þegar að verður að ná fram þessari afstöðu án tillits til annars, þá verður að spyrja með þessum hætti eða einhverjum hliðstæðum hætti. Og þannig má segja að þessi mæling sé að því liti til betri heldur en hinn ef tilgangurinn er að fá eingöngu fram afstöðuna til áframhalds eða slita aðildarviðræðna. En á þess að ég fullir þið nokkuð að þá getur verið að andríki hafi áttað sig á því að setja þjóðaratkvæðagreiðsluna inn í spurningar, það er kannski of jákvætt. Já, og hreinsa þetta þannig þá niður. Og það kemur kannski, það er kannski svolítið athyglisvert einmitt sem að þú eiginlega íðaðir það sem að er að ræða fylgjendur Evrópu aðildar, að þar hefur verið skotið inn þjóðaratkvæðagreiðslu í spurningunni, en í tilfellinu þar sem að að ræða andstæðinga Evrópuaðildar, að þar hefur það ekki verið gert og það er athyglisverð tilvíðun ef það er tilvíðun, minnstakosti. Já, en við skulum ekki fullrið neitt það, en tökum þess að þriðju sem er nýjasta könnunin, hún er reynda mjög nálægt þessari MMR-könnun í tíma og það er netkönnun Capacent sem að Fréttatíminn slær á forsíðu í dag, gerð núna 10. til 16. nóvember. Könnun gerð fyrir sterkara Ísland, vettvang ESB sinna og það er niðurstaðan að rúmlega helmingur vildi ljúka aðildarviðræðum, tæpur vildi slíta þeim. Hvað getur við sagt þá könnun? Jú, aftur er þarna byggt á hlutföllum eingöngu þeirra sem að hafa tekið afstöðu eða ekki hlutlausir og þetta þýðir ekki að meiri hlutin af öllum hafi viljað í sjálfu sér ljúka viðræðunum, heldur bara meiri hlutin af þeim sem tóku afstöðu. Og aftur þurfum við, þegar við fjöllum svona niðurstöður, að vera alveg skýr á því hvað við erum að meta og fréttaumfjöllunin verður í algjöru samræmi við niðurstöðunar sem að við vil því miður brenna við að sé ekki. Þarna er sami vandinn raunar eins og í tilfelli Fréttablaðsins fyrr, að spurningin þarna er hvort viltu ljúka aðildarviðræðum við ESB og fá að kjósa samningin eða slíta aðildarviðræðum. Þarna er sem þetta annar kosturinn að ljúka aðildarviðræðum og ganga til þjóðaratkvæðis og hinn að slíta þeim. Og þannig er aftur þetta sama sem ég nefndi áður, að þannig eru 2 atriði inn í spurningunni samtímis. Eðlilega hefði verið að spyrja bara hvort viðkomandi vildi ljúka aðildarviðræðum við ESB eða slíta aðildarviðræðum. Og þá hefði fengið þessa almennu afstöðu, síðan hefði þetta að spyrja framhald málsins í fylgispurningu eða viðbótarspurningu. Maður spyr sig einmitt að setja inn í spurningu viltu ljúka aðildarviðræðum og fá að kjósa samningin. Maður bara skyndilega hugsa maður, hver vill ekki fá að kjósa? Akkurat. Og það veldur því að þessi jákvæð afstæð til þjóðaratkvæðagreiðslu að þess að almenningur fá að segja álit sitt gerir það verkum að ef þú setur þjóðaratkvæðagreiðslu orðið einfallega inn í afstöðuspurningar yfirleitt, að það voru mikla líkur til þess að þú fáir jákvæðari niðurstöður eða fleiri sem eru fylgjandi tilteknu máli. Og þetta þýðir það að sko, það má segja kannski bæði Fréttablaðskönnunina frá því í september og þessa Capacent-könnun núna fyrir sterkara Ísland sem ég hér að gera athugasemdir við vegna þess að spurt þarna 2 hluti samtímis
að sko þetta eru eiginlega spurningar ákveðna sviðsmynd. Það er að segja hver afstæða þín til þessara sviðsmyndar. En nú verðist tilgangurinn ekki hafa verið sá, heldur verðist tilgangurinn hafa verið sá að spyrja einfallega það hver afstæða fólks væri til þess að halda viðræðum áfram eða ljúka þeim og þá átti einfallega bara að spyrja það. Þetta athyglisverður punktur, kannski bara alveg að lokum Rúnar, það kannski munar einhver stórkostlegu á niðurstöðum þessara kannana þó að ólíkt sé að farið. En finnst þér þá sem sé upplýsingarna til almennings niðurstöðu þessara kannana kannski ekki nógu skýrar til þess að fólk geti þá mynda sér skoðanir og svo framvegis? Já, það er hinn hliðin. Eitt er framkvæmdin ákvæðunum, hitt er það hvernig fréttamenn og fjölmiðlar fjalla niðurstöðunar og þar teldi ég mjög mikilvæg nokkur atriði. Í fyrsta lagi tel ég mikilvægt að það komi fram hver fjöldi þeirra sem ekki tekur afstöðu hlutlaus. Þetta er skoðanahópur líka sem á að fá að koma fram og menn getur þá annarkvort skoðað þessa 3 hópa, þá sem eru með eða móti og þá sem eru hlutlausir og síðan þá sem að taka afstöðu ef menn vilja gera það. En að hann þarf að koma fram. Síðan þarf að birta að mínum mati vikmörk svo menn sjái á hvaða bili líklegt er að hlutföllin liggi. En það kemur ekki fram í þessum fréttaflutningi og almennt getum við sagt kannski að það þurfa að vera samræmi milli þess hvað fjallaður og hvað spurt og það er misbrestur á því bæði hjá fréttatímanum núna og eins hjá fréttablaðinu í september. Þar er fjallað niðurstöðunar eins og verið sé að spyrja eingöngu afstöðu til aðildarviðræðna en það var raunverulega verið að spyrja sviðsmynd. Já, og það hefði átt að vera skýrar í framsögu í flutningi af niðurstöðan. Ef ég má aðeins skjóta inn í viðbót, þetta vekur kannski spurningar það hvort ekki þurfi að efla kannski þekkingu á fjölmiðlunum á aðferðafræði rannsókna og í hinnum stóra heimi þá er meiri sérhæfing ofta á fréttastofum og þar geta menn farið þetta stórt vandamál eins og við vitum að fréttamenn eru látnir í alla mögulega hluti og það verður að nýta í þaula starfsmennina en það verður ofta ekki nægileg sérhæfing og sérþekking til þess að fjalla kannski með nægilega gagnrýnum hætti niðurstöður rannsókna og kannana. Það er það. Þakka kærlega fyrir komuna. Rúnar Vilhjálmsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Takk fyrir. Takk.